Komið sæl og velkomin í þáttinn okkar hér á N4 sem við köllum Landsbyggðir. Hann að þessu sinni tekinn upp fyrir austan á Fáskrúðsfirði. En gestirnir í sófanum eru ekki frá Fáskrúðsfirði, þeir koma frá Borgarfirði eystra og þetta eru þau Óttar, Steinunn og Eyþór, verið velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Hvernig að búa á Borgarfirði eystra? Ef við byrjum á þér. Það svolítið fjölbreytilegt. Það miklar andstöður á milli sumars og veturs. En mér finnst mjög gott að hafa mikið að gera á sumrin og ágætt að róa mig svo á veturna. Þannig að ég kann mjög vel við það. Þú hefur ekkert farið, þú hefur alltaf átt heima? Ég fór suður í háskóla og svo þarf maður að fara náttúrulega upp í Egilsstaði í menntaskóla. Ferðastarfsvert, en annars hef ég hvergi búið eiginlega nema á Borgarfirði, þegar ég var í skóla. Hvað segir þú, Steinunn? Hvernig? Já, ég nú svona mestu hluti bara sammála þessu. Það mjög gott yfirleitt að búa á Borgarfirði. Ofta hans rólegt yfir veturinn, en bara gott samt. Má ekki kynna ykkur, þið eru systkini, þannig að þið komið úr sömu fjölskyldun og það eru ansi margir skyldir, það ekki rétt? Eru þið ekki nánast skyld öllum, eða hvað? Langt flestum. Já, langt flestum, sko. Og svolítið mikið skyld sömu. Já. Já, en til dæmis eins og þú, hvernig hefur þú þetta? Hvaða lag hefur þú á búsetunni þinni þarna? Ég bý náttúrulega alltaf á Borgarfirði. Ég vinn þar á sumrin, ég hef reyndar ekki haft vinnu í vetrartíma núna í einhver 4-5 ár eða eitthvað. En þá fer ég bara til útlanda og reyna að skoða heiminn og ferðast eitthvað. Þú safnar í pening á sumrin og ferðast á veturna? Já, ég hef haft það þannig núna í nokkur ár. Lúxuslíf? Jú, ég get lítið hvert af. Og svo Eyþór, þið eru kærustpar, það ekki rétt? Við erum kærustpar, já. Ég var Shanghai inn í fjölskylduna. En þú kemur ekki þaðan, þú kemur úr næsta dal, eða hvað? Já, ég var hinum megin við Dyrfjöllin, horfði bara heiman í átt til Borgarfjarðar og endaði með að flytja þangað. Hvað fórstu að gera? Ég var ráðinn sem strandveiði skipstjóri, svona upp úr engu eiginlega, má segja. Ég hafði aldrei stigið á sjó og Jökuldælingar kannski ekki frægastir fyrir það, hvað? Nei, það var nú einmitt pabbi þeirra sem að réði mig og það var nú bara svona við spilaborðið sem hann ákvaði að plata mig í það, sko. Hvernig líður þér á sjó? Það helvíti fínt þegar sjóveikin ekki að trufla mann. Hún gerir það leiðilega oft. En hvað með þig? Ert þú á sjó með honum eða hann með þér? Nei, við höfum ekki verið á sama bát. Ég með pappa yfirleitt á öðrum bát. Hann á einhverja nokkra og 4 báta. Þannig að ég hef verið með honum. En að alast upp á þetta litlum stað, hvað eru margir sem búa þarna til dæmis? Ég myndi halda að vera svona 80-90 sem eru með heilsársbúsetu núna. Förum maður sig yfir kostið þess að alast upp sem barn á svona stað? Já, þú þarf náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á neinu. Þú getur bara hlaupið þangað sem þú vilt og maður bara úti að hoppa í bollum og eða sjó allan daginn. Og svo er maður bara 1 mínútu heima að þurrka sig og út aftur. Já. En svona nálægðin í samfélaginu, milli fjölskyldnanna og milli fólksins, hún alltaf af hinu góða? Já, oftast. Já. Já, ég held það. En það þýðir ekki allt gangi fullkomlega upp, en hún lítur að vera að því góða samt. Hvernig er þetta öðruvísi í Jökuldalnum heldur en? Ég held að það sé nú svona sambærilegt nema það náttúrulega bara sveit þar, það svona þéttar í íbúðakjarninn þarna, þannig að það var nú væntanlega auðveldara að hitta vini sína og svona. En náttúrulega það sem kannski leiðilegar að þetta orðið öðruvísi í dag, sko, því að nú eru færri krakkar á svæðinu, þannig að það svona erfiðara, það sennilega svona ekki eins gaman hjá krökkunum þegar svona fá krakkar. Ná þau í körfuboltalið eða fótboltalið, skiljið eitthvað? Ekki svona í einum flokki allavega. Nei. Hætt við að það ekki sterkt lið. Og svona mismunandi aldur. Ertu formaður í ungmennafélaginu eða hvað? Já, ég þar reyndar, en það nú ekkert mjög virkt íþróttafélag eins og Hver styrkleiki íþróttamanna frá Borgarfirði eystra? Hvar eru þið sterkust? Já, við tökum þátt í utandeilda knattspyrnu á Austurlandi. Það eiginlega svona eina sem öruggt.
Er það berjast? Já, það er það er akkurat þannig, jú. Já, gaman að því. Já. En svona andinn í liðunni er örugglega, sko það er aldursmunur af því að þið bara hreinlega Já, já. náið ekkert saman Já. öðruvísi. Já, við þurfum aðstoð að fara á svona velunnurum borgfirðinga víðar landið Já. til að ná saman í gott lið. Förum aðeins í það einmitt, einhvers staðar heyrði ég að það veri 60% af þeim sem að ættu hús væru annar staðar, byggju annar staðar svona að jafnaði. Hvernig hefur það áhrif á lífið þarna til dæmis? Það er náttúrulega bara gaman þegar fólk er í húsunum sínum. Sumir eru mjög duglegir að nota þau og eru bara virkir þátttakendur í samfélaginu. Önnur hús standa kannski tóm stærstan hluta ársins. Er það truflandi að hafa svona gesti, skiljið mér, það sé tómt, það sé svona mörg hús tóm? Það er náttúrulega svolítið leiðilegt að þau séu. Það sé ekki ljós í hverjum? Já, akkurat. Já, ég man líka alltaf eftir þegar ég kom á Borgarfjörð fyrsta skipti þá kom það mér svo óvart að öll, eða svona flest, eða mörg húsana sem eru alveg við göttuna, aðal umferðaræðina í gegnum fjörðinn, þau eru öll í eigu einhverja sem að búa í Reykjavík eða einhver staðar, annar staðar sko, og þannig að það gerir svona kannski bæinn aðeins tómlegri en það þyrfti að vera, svo eru heimamenn alltaf í svona hliðargötum sko, í sínum húsum. Hvernig er aldursamsetningin af þessum, hvað er þessu 100 manns sem þarna eru 80 til 100 manns, hvernig? Já, hún er mjög góð, ég telst ennþá ungur. Já. Við erum öll mjög ung. Þú ert að tala um unglingana? Ég er að tala um unglingana á svæðinu. En það er nú kannski akkurat það sem að mál snýst um. Þið eru líka, það er ekki nóg með þið séu skapandi, þið eru í einhverjum félagskap sem heitir Ungt Austurland, er ekki? Eru öll í stjórn? Nei, hvernig? Öll í miðstjórn. Í miðstjórninni. Hvernig kom það til, svona ef við sleppum öllu gríni? Af hverju settu þið þetta í gang? Ég hef kannski ekki beint þetta að segja að við höfum sett þetta í gang. Hugmyndin kviknaði hjá, við vorum, ég og Kristján Geir og Ásta Hlín, vorum að vinna í svona verkefni, eiginlega svona forvera þessa verkefnisbrota þetta byggða sem Borgarfjörður er komin í núna. Og fórum á einhverja íbúa svona byggðaráðstefnu og við vorum öll að verða 30. Langyngsta fólkið, voru kannski 2-3 á okkar Reykjavík og sko yfirskrift ráðstefnunum var hvað vill unga fólkið. Og þið voru 3 eða? Já, það voru kannski 5-6. Já. Þetta var bara auðlulegt að 80-90 manns, eiginlega allir yfir 50, sátu þarna að ræða hvað unga fólkið vill. Og einhvern tímann ákváðum við í framhaldi af þessu að halda bara svona ráðstefnu fyrir ungt fólk á einhvers staðar á Austurlandi og boðum, hringdum í bara svona þá sem okkur datt í hug, reyndum að tala við alla, einhvern frá öllum þéttbýlisstöðum á landinu, nei á Austurlandi og til að búa til svona skipulagsfund og svo komum við saman á Borgarfirði og þar kom fram þessi hugmynd að búa bara til hagsmunasamtök bæði Austurland og þá unga Austfirðinga, ungt fólk á Austurlandi. Og það hefur, held ég, komið mjög vel út og okkur hefur verið vel tekið. Eða félaginu hefur verið vel tekið. Þið eru komið með sterkar rödd? Eða sterkari? Já, ég myndi segja það sko. Og félagið er þokkalegt duglegt að senda frá sér ályktanir það sem að skiptir unga Austfirðinga máli. Og hvað er það helst? Förum aðeins í það. Hvað skiptir unga Austfirðinga mestu máli í dag? Það er náttúrulega að miklu leyti náttúrulega bara sama og fyrir fullorðna. Það er náttúrulega samgöngur, heilbrigðismál og bara svona almennir innviðir. En ég held kannski það sem skiptir kannski ungt fólk á Austurlandi meira mál í dag en gerði kannski er bara afþreying til dæmis. Það gerði bara dæmis, bara kvikmyndahús, á alla kvikmyndahús í landshlutanum, eða ég held að sé ekki bara. Nei, það er ekki. Nei. Og bara svona einhvers konar afþreying, ég veit. Það er líka svolítið bara önnur sýn sem að ungt fólk hefur á, eða yngra fólk. Til dæmis í hvað það vantar í heilbrigðisþjónustu versus þeir sem eldri eru og þetta er bara öðru sér rödd og önnur sýn á hlutina og
það bara segir sér sjálft að sjá hlutina frá fleiri vinklum gerir það betra. Afþreying talið sko, já, kvikmyndahús, en hvað, þetta er náttúrulega alltaf vegalengdir og ef að vegirnir eru ekki góðir og þá heldur varla hægt að fara á milli og þið nú einmitt að berjast fyrir vegabótum, eigum við aðeins að fara í það? Já, endilega. Já, að hýrnar á ykkur áinn. Fara í vegabætur? Já, að fara í Ég er klár. vegabætur. Já, þú ert klár. Hvað, hverju, þið voru með gjörning á dögunum og bara út á hvað gekk hann? Hvar vildu þið vekja athygli hverra? Já, sko, hugmyndin... Sem flestra bara. Já. Hugmyndin kveiknaði náttúrulega þegar á íbúaþingi sem var núna helgina 10.11. febrúar. Þá fórum við nú að kasta því fram sem brandara til þess að ná fram einhverju samgönguúrbótum, hvort við ættum bara ekki að byrja að steypa og menn flissuðu að því. En svo erum við nú öll þrjú í matarklúbbi, ungra borgfirðingar sem við hittum reglulega og borðum saman og við Steinun vorum búin að dunda okkur við það að gera heljarinn stórt snjóhús og buðum í kakó og pönsur þangað. Og þá vorum við nú að tala, já, og þá var bara slegið að við skildum bara kýla á þetta saman. Þar heldum við bara íbúaþing yngri borgara. Vegagerðarfund og... Inn í snjóhúsinu? Í snjóhúsinu. Frumlegt. Já. Og þar ákváðum við bara að slá til og láta bara eitthvað gerast. Já, ég held að það hefði verið á miðvikudegi. Síðasta miðvikudegi, já. Og bara nokkrum dögum seinna og svo bara á mánudeginu þá var ákveðið að kýla á þetta. Það var látið gerast, þetta gerðist frekar hratt. Og þarna náttúrulega náið þið mikill samstöðu, kannski ekki síst bara út af samfélagsmiðlum sem þið getið nýtt ykkur og hvað þið eru þéttur kjarni hérna, eða hvað? Hvað var til þess? Hvað mættu margir? Hvernig var þetta? Það mættu, ég man ekki, einhver sagðist að tala yfir 60 held ég, en það held ég meginn segja um 60, já, eitthvað svoleiðis. Sem náttúrulega þá orðinn býsna stór partur af íbúum. Já. Og það þarf ekki til, sko. Það er bara minnst á vegamál, þá allir hlaupnir til, sko. Lýsið fyrir mig veginum til ykkar í Borgarfjörð. Hvernig er hann? Það eru 70 kílómetrar á milli Borgarfjarðar og Egilsstaða, þangað við þurfum að sækja mest alla okkar þjónustu þangað, hvort sem það er verslun eða heilbrigðisþjónusta. Eða fluga eitthvað annað. Já, eða hvað sem það heitir. Eða bara hvað sem er í rauninni. Þið þurfu alltaf að fara þessar 70 km. Við getum keypt fisk á Borgarfirði. Hvað segirðu? Þið getum keypt fisk. Já, og farið í bankann. Já, og farið í bankann, það er reyndar. Það er engin verslun lengur, þannig að við þurfum að sækja alla verslun. Já, en hann er 70 kílómetrar og þar af eru 28 kílómetrar sem eru ekki með slitlagi, að mann byggi. Og það eru Njarðvíkurskriður sem eru eitthvað rúmlega 3 kílómetrar sem er alveg ægilega beygjóttur og endalaust grjóthrun á þann veg. Svo erum við að tala Vaskar sem getur verið aðskotið mikið veðravíti sem er, ég ætli það sé ekki eitthvað rúmir 5 kílómetrar. 10,2 þar ómálbyggað held ég. Eru hvað? 10,2 held ég. 10,2? Nú já, það er svo helviti langt, já. Þannig að við erum komin í svona einhverju 14-15. Já, og svo er sem sagt, síðasti spölurinn er hérna frá Laufási sem er bóndabæri í Hjaltstaðaþinga og að Eiðum. Þetta er eiginlega næstu meiri hluti leiðarinnar sem Já, það eru 15 kílómetrar þar allavega, tæpir. Hvað hefur tafið það að það sé bara gerður almennilegu vegur til ykkar? Þetta er fallegur bær, fallegt þorp. Ég ætli það sé ekki bara einfalt að stróka okkur út. Við eigum ekkert auðvelt með að láta hátt í okkur, við getum ekki lokað veginum af því að það hefur ekki áhrif á neitt nema okkur. Þannig að við getum ekkert lokað fyrir flutningaleiðir á neinu nema fiskinum okkar það. Það er örugglega bara auðvelt. Það eru fá atkvæði sem að þingmenn kjördæmisins eru áhyggjur af þarna. Já. En hvaða viðbrögð hafið þið fengið nú þegar? Bara með þetta? Við þessum gjörningi? Já. Bara mjög mikil og góð viðbrögð. Já. Við fórum á fyrir helgi og bönkuðum upp á bara hjá öllum íbúum á Borgarfirði og sögðum þeim frá þessu og hvöttum alla til þess að mæta og tókum bara allir mjög vel í það.
Og svo var bara algjörlega frábært að sjá hvaða mættu margir og bara, já. Þetta brennur náttúrulega á öllum. Þetta brennur á öllum. Þannig að Borgfirðingar verða allavega ekki sakaðir að vera ekki samstíga og samhuga að það vanti betri samgöngur. Nei, akkurat. En fyrir þá í einmitt Borgfirðingarnir eru alveg samstíga, en hvað með aðra Austfirðinga? Hvernig fáið þið backup þar? Fáið þið... Já, það sem maður heyrir, það alveg eindreiðið sko. Já. Félagið sem við töluðum á, Ungt Austurland, þó ég hef nú kannski látið að hljóma á þann eins og við höfum stofnað, þá var það alls ekki þannig, það var ungt fólk víða af Austurlandi. Já, það kom mjög vel fram hjá þér, við skulum. Já, en þar var samþykkt ályktun bara á hálftíma held ég að þau sendu stuðningsyfirlýsingu með þessu og að núverandi ástand væri í rauninni bara fáránlegt. Þannig það var í rauninni bara ákall stjórnvalda frá þessum samtökum sem eru fulltrúi alls Austurlands. Sko, hverju breyta samgöngur fyrir ykkur? Ég meina, það hægt að múra ykkur inni nánast með því bara að gera veginn endanlega ónýtan, en hverju breytir þetta? Þetta fyrir ferðamennsku, fyrir heilbrigðisþjónustuna og bara fyrir allt? Fyrir þetta allt, náttúrulega. Náttúrulega tækifæri Borgarfjarðar liggja kannski að einhverju leyti í ferðamennsku og þetta mjög vinsæll ferðamannastaður og ég held að sé hátt í 60–70.000 manns sem heimsækja staðinn á sumrin og maður hefur hins vegar heyrt sögur af því að bílaleigur vilji hreinlega bara ekki leyfa sem mæli gegn því að þessi vegur sé keyrður. Og tryggja ekki bílana sína. Já, ég heyrt að því það komi bara inn á leiðsögukerfið það megi bara ekki fara á þessu bíl sko. Það segir nú ansi mikið. Já, það segir það fyrir. Eru þið ekki búin að eyðileggja marga bíla? Bara ykkar eigin bíla í gegnum tíðina? Nei, ég bara eyðilegt annarra manna bíla. með grjótkasti. Já, þetta rosalegt. Ég eyðilagði einn í fyrrasumar, eða framrúðun á einum með því að skjóta á hann grjóti þegar ég mætti honum. Já, algjörlega óviljandi. Þetta bara... Já. En eigum við að vona, eða hvað haldið að verði næsta skref? Eru þeir búin að hringja í ykkur? Engir þingmenn hafa ringt. Við erum búin að sjá einhver viðbrögð bara á Facebook. Ég er búin að sjá Facebook það sem að þingmenn Pírata hafa lýst yfir hvað að segja, þeim hafi fundið þetta frumlegt og skemmtilegt framtak en það nú kannski kaldanæslegt að Píratar eiga nú engan þingmann í kjördæminu en samt hefur maður bara séð viðbrögð frá þeim. Við látum það liggja hérna. Mig langar að fara aðeins yfir í einmitt þetta verkefni, Betri Borgarfjörður, sem þú situr í verkefnastjórn, það ekki, fyrir hönd Jú, ég var kosinn í rauninni, tveir aðilar kostir sem fulltrúar íbúa bara inn í svona verkefnastjórn sem að ég er nú ekki alveg búinn að átta mig á því hversu mikið það verkefni verður, en ég held að aðalverkefni sé að svona koma þessi í gang og þetta í raun og veru brothættar byggðir, svo haldið því til haga. Og hvernig kemur það til að þið farið inn í það verkefni? Sko það kemur eiginlega til, ég held ef ég fer rétt með að Byggðastofnun hafði bara samband við Borgarfjörður að fyrrabræði. Það bara sá að Borgarfjörður var farið að tikka í öll bóksin sem þeir nota sem mælikvarða. Og þessi bóks eru hver? Fólksfækkun. Já. Og það ekki fábreytni í atvinnulífi? Jú, fábreytni í atvinnulífi. Maður veit nú ekki hvernig þeir mæla það. Og ég manna það bara ekki alveg hvað. Það einhverjir 3–4 hlutir svona sem... Og kannski fækkun í yngri árgöngum? Já, skekktur aldurspíramíti heitir eitt. Já. Og væntanlega einhver staða í heilbrigðisþjónustu og annað, sko. Innviðirnir eru svona orðnir daprir. Já. Og hvað gerist? Það búið að halda íbúaþing, þeir eru komin að staði í þetta verkefni. Já, íbúaþingið sem var núna fyrir rúmri viku, 10.–11. febrúar, það svona byrjunarpunktur eða á að vera. Og þar í rauninni, það var mjög góð mæting og það líka, það voru nálægt 60 örugglega sem komu. Og þar voru rauninni íbúar tók alveg stjórn, þessi verkefnistjórn og þú veist, Byggðastofnun og kom ekkert að neinum ákvörðunum þar, þannig að það var bara svona íbúar settust niður og fór yfir hvaða málefni skiptu máli, ræddu þau
og svona, það er hægt að nota þetta íbúaþing til að forgangsraða hvaða verkefni á að fara í. Við erum svolítið búin að fara hérna yfir svona ógnanirnar og veikleika samfélagsins. Eigum við svona síðustu mínútunum að fara svolítið yfir styrkleikana og tækifærin sem að felast í þessu, bæði fyrir ykkur, ungt fólk og framtíðina. Hvar sjáu þið styrkleikana helst liggja fyrir ykkar samfélag? Styrkleikarnir liggja náttúrulega í, þeir liggja víða. Það er endalaust tækifæri. Hreppurinn til dæmis, allavega eins og staðar er núna, hreppurinn og allir bæjarbúar tilbúinir að aðstoða við allt. Ef einhver kæmi með hugmynd, langaði að gera eitthvað, hvað sem það væri. Það fengi endalausan stuðning. Það er til svona skrifstofuaðstaða sem að hver sem getur gengið í og fengið að nota ef hann hefur með einhverja góða hugmynd. Það eru fríar lóðir á Borgarfirði? Fríar lóðir, hvort sem er undir atvinnustarfsemi eða húsnæði? Ef það fást íbúðir til leigu þá er mjög lágt leiguverð og ódýrt að búa náttúrulega. Nálægð við náttúruna og gríðarleg náttúrufegurð, það. Já, ég þekki nokkra Borgfirðinga, þeir segja þetta er fallegasti staður í Íslandi. Ég held að ég ljúga okkur það. Já, ég stend alveg með þeim í því. Nú, svo tónlistarlífið þarna, það er... Þá var horfinn og reyndar vilsum inn á Dyrfjöllina. Nú, já, kom nú jökuldælingurinn. Allt er fallegt. En hérna, tækifærin eru fleiri og ekkert síst, bara hvað með störf án staðsetninga? Hvernig er til dæmis nettenging og annað? Er það... Nettenging er mjög góð. Bara alls staðar í þorpinu eru mjög góð. Já. Og það er Njarðvík sem er þarna víkin við hliðina. Þar eru hún er ekki orðin góð en það stendur til að leggja ljósleiðara þar. Og 3 fasa rafmagn, þannig að þar er allt mjög góðum málum. Þess vegna kannski má skjóta þið inn í er mikilvægt að vegagerðin og þetta fara allt saman, er það ekki? Er það nú ekki? Jú, það væri eðlilegast. Sveitarstjórnin er sem sagt að fara, það er bara búið að ákveða það í sveitarstjórn og þeir ætla að fara í þessa að leggja þessar lagnir, rafmagnið og ljósleiðarann í sumar og eru búin að fá til þess einhverja styrki og það verður bara gert í sumar og þess vegna er áríðandi að reyna að fá sem sagt vegagerðina með okkur í lið til þess að leggja veginn í Njarðvíkurskriðuna þar sem við vorum með mótmælin til þess að sólunda ekki almannafjörinn, til þess að fara ekki að hreyfa jörð þarna tvisvar og bara upp og lágmarka áhættuna á því að bara hann verði klipptur sundur ljósleiðarinn svo þegar loksins verður að fara í vegagerð, sko. Eða það verður einhvern tíma. Jú, við erum bjartsýnir ekki. En við töluðum tónlistina, ég held að það megi ekki gleyma því að nefna hérna eins og bræðsluna sem hefur svo sannlega verið dálítið mikið vörumerki. Er það ekki? Fyrir Borgarfjörð undanfarið, 14 ár? Er það ekki? Jú, eitthvað svoleiðis. Jú, hún hefur verið mjög mikilvæg og bara mjög mikilvæg fyrir atvinnulífið á staðnum. Það hefur verið, síðasta sumar voru 4 veitingastaðir og svona kaffihús eða barir opnir yfir sóðmjötíman. Í 100 manna þorpi er það náttúrulega dálítið magnað, sko. Er það mýta að það rigni aldrei á bræðslunni? Já, það rignir einu sinni á bræðslunni. Já. Það er alltaf það er búið, þannig að það verður gott við næst. Já. Það var 14 ára skammtur sem kom í fyrra á rigningu. Það rignir á svona 14-15 ára fresti. Þannig að það er búið og það er bara halda áfram. Og nú bara að blíða fram þetta. Það dró ekkert úr gleðinni samt. Nei. Mér var bara mjög litlu leyti. En mér heyrist ekki vera neitt uppgjafatónn í ykkur og það er það bara kannski ekki neitt í Borgfirðingum. Nei, það held ég ekki. Það er bara svona verða komin svona uppsafnaður byrringur á svona innviðaleysi. Já, menn eru náttúrulega orðnir langþreyttir á þessum endalausu vandræði með samgöngur til staðarins og síðasti samgönguráðherra sem lyfti litlafingur fyrir Borgfirðinga var Kristján Möller. Það var helviti langt síðan hann var þarna. Já, þið eru allavega komið ákallinu til skila og hafi gert það vel. Ég held að við stoppum núna og bara ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og bara gangi ykkur sem best. Ég held að framtíð svæðisins sé í góðum höndum hjá ungu fólki eins og ykkur. Það held ég líka. Takk fyrir. Það held ég líka. Við vonum það.